hvert viljum við fara? Við viljum opið þjóðfélag með veraldlegu valfrjálsu ríki, þar sem lífsskoðunarfélög, trúarleg og veraldleg, stór og smá, hafa jafnan rétt, jafnan aðgang og eru meðhöndluð eins af ríkinu. Sameiginleg gildi hægt að telja upp og þau þurfa ekki neitt merkimiða trúar, þurfa ekki að vera kalluð kristin, þau þurfa ekki að vera kalluð humanísk eða íslamsk eða það þarf ekki að merkimiða á þessi gildi. Allir eiga að geta sameinast þessi gildi. Frekari rökstuðningur á þessu vegna sjálfræðis, fólk á að ráða sjálft líf sína og gerðir. John Locke sagði: þola á þá sem ósammála manni, því að maður neyðir ekki lífsskoðun upp á fólk. Valfrelsi aðeins mögulegt í sjálfræði og sjálfræði tryggir bókstafstrúum val til trúar einnig. Opin umræða þjónir einnig íhaldssömu fólki. Það vil koma sínum skoðunum á framfæri. Frelsi má styðja með rökum með mannlegt eðli og hvað það er sem þarf til að maðurinn fái þrifist. Vegna sanngirni í fjölmenningarsamfélagi þarf ríkið að finna góða leið til að gera öllum jafnt undir höfði, fæst í pólitískum skilningi með þjóðarsátt eða þjóðarsamningi. Hver manneskja veit ekki hvað hann velur síðar á lífsleiðinni, kannski hentar ríkisleiðin ekki. Vegna praktíska sjónarmiða, það ósætti og verður alltaf ósamkomulag sjónarmið sem trúarhópar telja sig normið og telja sig eiga algeran rétt á óháð hinum óæðri lífsskoðunum, sækja jafnvel í átök og þetta aðeins hægt að leysa með því að verja hlutlaust fyrirkomulag jafnræðis. Við erum ekki að tala þjóðfélag strípað öllum gildum siðferðis. Það hlutlaust í þeim skilningi að það byggt upp á almennum gildum sem eru sameiginleg. Og í íslensku lögum þetta má finna þessu stað þar sem talað samkvæmt góðu siðferði og allsherjarreglu. Og hér listi kannski þessu gildi sem getur verið að ræða. Líklegt að einhverjum muni setja sig upp á móti þessum gildum. Og það 3 vandamál sem fylgja þessu kannski. Það geta komið upp andmæli þetta skipulag vegna samvisku eða samfæringar. Dæmi til þess vottur Jehóva neitar blóðgjöf og í slíkum tilvikum þarf að meta hvert tilvik fyrir sig og einnig verða að leyfa þá þeim sem eru með veraldlegar lífsskoðanir og undanþágur að hafa sama rétt. Takk trúar eða veraldlegar lífsskoðanar, einkennandi skart og fatnaður fólks. Það sem heimspekingar til dæmis í Bretlandi mæla með og mér líst vel á að þetta að leyfa nema að þessi hlutir útilöki val annarra annað eða hindri öryggi, til dæmis í ýmsum störfum, lögreglustörfum eitthvað slíku. Menntun sem vilja trúalegt umhverfi, en jafnvel þeir trúuðu að þeir ætti að geta metið sjálfræði barna því að varla vilja þeir neyða trú sína upp á börnin sín. En neyðarlausnin væri að ríki styrkti trúartengda skóla en stórgalli við það væri að börnin færi á mis við að umgangast önnur börn og minnkaði kannski umburðarlyndi í þjóðfélaginu. Í veraldlegu frjálsu ríki fá þegnandi frelsi til að leita í leiða til að öðlast hamingju og helga sér trúarlegum eða veraldlegum hugmyndum af hvaða toga sem svo lengi sem þeir valdi ekki öðrum skaða. Kútors, takk fyrir.